Jæja, við ætlum að skoða sögu sem glímir við spurningu sem við þekkjum öll á einn eða annan hátt. Hvernig í ósköpunum byrjar maður upp á nýtt? Þetta er nefnilega könnunarferð, það hvernig hér raunverulega upphaf kannski ekki alltaf þar sem maður býst við því, heldur hefur það verið falið beint fyrir framan nefið á manni allan tíman. Já, og þetta er spurningin sem liggur eins og rauður þráður í gegnum alla söguna. Þegar allt virðist tapað, hvar grípur maður í? Hvar er byrjunarreiturinn? Þessi spurning setur tónin fyrir allt sem við erum að fara að skoða. Allt í lagi, ímyndum okkur sviðið. Það er tómt herbergi, rykgutt, og þar situr maður sem við kallum einfallega A. Hann hefur mist allt og er í örvæntingafulli leitað einhverju nýri byrjun. Og herbergið, það er í raun bara speilmynd af hans eigin huga, fullt af ríki fortíðarinnar en alveg tómt af von. Og hvað gerir hann? Jú, fyrsta hugsunin hans auðvitað alveg rökrétt, jafnvel fyrirsjáanleg. Upphafið hlýtur að vera A, fyrsti stafir stafrófsins. En nei, þetta er blindgata, fölsk byrjun. Og þetta er svo gott tákn fyrir það hvernig við reynum ofta að sparka nýju upphafi af stað með gömlum aðferðum, þar sem þekktu leiðum í staðin fyrir að stoppa og skilja hvað sönn endurnýjun þarf í raun og veru. Og hér verður þetta áhugavert, því svarið er víst falið í einu serbnesku orði, početak, sem þýðir kaldhæðnislega nóg upphaf. En þetta er ekkert venjulegt orð. Innan þessara stafa leynist heil vegferð. Þetta er gjátan sem A og eina við líka þarf að ráða. Til að fylgjast með er gott að hafa persónurnar á hreinu, en þetta er ekki venulega persónur, þær eru meira eins og táknu fyrir innri öfl. Við erum að A, sem er þessi misheppnaða tilraun til að byrja, svo er það E, sem er viskan, leiðsóknin, T er vendupunkturinn sjálfur, augnablik sannleikans, og svo er það U6, sem er kannski flóknasta vellu, það er innra sjálfið. Þessi hún birtist sem einhvers konar skuggi draugur úr fortíðinni. Þetta er í rauninni tákn þeirri þannan innri gagnrýnanda sem við þekkjum öll. Röddin sem er full af ruglingi, hávaða, minningum allt sem fór úrskeiðis og hún kemur í veg fyrir að maður komist áfram. A er gjörsamlega fastur í þessari óreiðu. En á sama tíma þá birtist E, vitur gömul kona í herberginu. Hún er viskan holdigslet, leiðsögnin sem hann þarf. En A, hann sér hann ekki. Hann er svo fastur í sínum eigin haus, í sinni eigin glímu, að hann tekur einfaldlega ekki eftir henni. Og þetta er svo sterk áminning, ekki? Hvernig svörin eru oft beint fyrir framan mann, en maður er bara of upptekinn af eigin hávaða til að taka eftir. Og þá fara hann loksins vísbendingu. E talar, og þótt röddin sé blíð, þá eru orðin hrein gáta. Hún segir, sérhvert upphaf er í bókstafbarn, en ekki í þeim fyrsta sem að sér. Þessi setning, hún er algjört lykilatriði. Hún rífur niður þessa hugmynd að byrjunin sé alltaf augljós, alltaf númer 1. Hún er að segja honum, leita það dýpra. Svo kemur næsta vísbending og hún er bara talan 6. Virkar kannski svolítið út í loftið í fyrstu, en þetta er lykillinn. Þetta er lykillinn að gátunni sem er falin í orðinu početak. Og að gerðskýrir þetta betur. 7. stafurinn í orðinu početak er T og þetta er svo snildarleg líking. Vendipunkturinn í lífinu, þetta augnablik þegar allt breytist, það kemur ekkit endilega í byrjun. Oft kemur það fyrir að maður er komin langt inn í ferlið. Þessi stafur, T, er táknum þá meðvituðu ákvörðun að breytum stefnu. Og þarna smellir eitthvað að fattar þetta. Hann skilur að þetta snýst ekkert að raða saman bókstöfum að blað. Alls ekki. Leitin er orðin að ferðalagi inn á víð til þess að skilja sitt eigið innra landslag. Og hvað gerir hann? Hann teiknar bókstafinn Ó, ein og sér. Hann táknar miðju, heild, kannski tómt rými sem býður þess að vera fullt. Þetta er ramminn utanum uppfötunina. Og svo gerist þá, inn í þetta U, birtast stafirnir U-Z. Og þetta er svo flott myndlíking. Að finna sjálfið, þetta innra sjálf, U-Z, í miðjunni á ellu. Það er ekki lengur einhver óhreinmerkjandi skuggi í horninu, heldur skýr og viðurkendur hluti af honum sjálfum. Og röddin sem kemur núna frá U-Z er allt önnur. Hún er ekki lengur gruggug og fulla háaða, hún er tær og skilabóðin eru alveg skýr. Gleymdu bókstöfunum, horfðu inn á við.
Lausnin er ekki þarna úti, hún er hérna inni. Sko, hér sjáum við umbreytinguna svart á hvítu. Gamla Wes var skuggi fortíðar, röddfullað hávaða, föst í bókstöfunum, en nýja Wes, hún er skýr speilmynd af sjálfinu, rödd skýrleikans og hún er frjáls. Þetta er gríðarleg sjálffræðileg breyting, frá því að vera fórnalam fortíðar yfir í það að skilja og sættast við sjálfið. Og eftir þessa innri byltingu, þá grípur A til aðgerða. Mjög einfaldra en tákgrænra aðgerða. Hann fleygir pennanum og blaðinu. Hann snýr sér að tómleikanum og horfist í auguvélan. Svo lokar hann augunum, sleppir taki á ytri heiminum og þegar hann opnaðu aftur, þá er veruleikin breyttur. Ekki af því að heimurinn breyttist, heldur af því að hann breyttist. Og þessi innri breyting, hún endurspeglast strax í umhverfinu, herbyggið sem var tómt og rekugt, táknum missi. Þar standur núna glas af vatni á borðinu. Þetta er ekki flókið. Vatn er tákn lífs, möguleika, nýs upphafs. Innri friður hefur skapað ytra einfaldleika og kyrrð. Og þá fellur síðrasta púslið á sinn stað, þá skilur hann það. Þessi vitra kona, leiðsögnin, hún var ekki bara einhver gestur. Hún var 7. og síðasti stafurinn í orðinu. Hún var hið sanna uppaf. Hún hafði verið þarna allan tíman. Og með þeim skilningi kemur loka þversögnin frá fyrsti bókstafurinn er sá 7. en aðeins þegar hans er ekki leitað. Hvað þýðir þetta? Jú, hið sanna uppaf finnst ekki með því að þvinga það fram eða leita því í örvæntingu. Það birtist þegar maður orðin tilbúin þegar innri vinnunni er lokið. Byrlunin er sem sagt ekki fyrsta skrefið. Hún er afrakstur ferðalagsins sjálfs. Og þessi saga skilur mann eftir með þessa stóru spurningu. Hvað ef hið sanna uppaf er ekki eitthvað sem maður skrifar nýður á blað, heldur eitthvað sem maður skilur innra með sér? Kannski snýst að byrja upp á nýtt, ekki að skrifa fyrsta kaplan, heldur að ná þeim innri skilningi sem yfir höfuð gerir nýjan kapla mögulegan.